Góðan dag, kæra sveitarstjórn, áhorfendur og starfsmenn. Ég bið ykkur velkomin til fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar nr. 258 og segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir Davíð Sigurðsson, Eva Margrét Jónudóttir, Eðvar Ólafur Traustason, Thelma Dögg Harðardóttir, Sigurður Guðmundsson, Sigrún Ólafsdóttir, Logi Sigurðsson og Kristján Ágúst Magnússon og sú sem hér stendur Guðveig Eyglóardóttir. Starfsmenn fundarins eru Lilja Björg Ágústsdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslusviðs og Stefán Broddi Guðjónsson. Dagskráin í dag er 36 liðum og þar af eru 24 afgreiðsluliðir. Okkur er ekkert að vanbúnaði að hefja dagskrá og venju samkvæmt þá er það sveitarstjóri með fyrsta dagskrárlið hér á fyrstu dagskrá og flytur hér skýrslu sveitarstjóri. Stefán Broddi Guðjónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórn, kæru íbúar og aðrir áheyrendur. Nú hér á eftir verður lögð fram til fyrri umræðu í sveitarstjórn, fjárhagsáætlun Borgarbyggðar og mín greinargerð verður kannski lengra lagi með þeirri fjárhagsáætlun. Þannig að það er að bera í bakkafullan lækinn að ég fjalli hér sérstaklega fjárhagsáætlunina að öðru leyti en því að bara nefna vinnan hefur gengið vel. Ég þreytist ekki á að þakka forstöðumönnum og starfsfólki og öðru starfsfólki sveitarfélagsins fyrir að sýna fyrirhyggju og aga í fjármálum. Það er gríðarlega mikilvægt að áætlun sé fylgt og það hefur verið raunin. Svo hefur verið raunin í Borgarbyggð. Og það bara skapar mikið traust og trúverðleika á milli stofnana, stjórnenda, milli kjörinna fulltrúa og gagnvart íbúum. Þannig að ég þakka fyrir það og mikilvægt að svo haldi áfram. Nú annars gengur rekstur sveitarfélagsins vel og það er útlit fyrir fína afkoma á þessu ári. Það er alltaf blikur á lofti varðandi tekjur og kostnað á næsta ári og það er fjárhagsáætlun 2025 sem við erum að fara að horfa á eftir. Þess vegna erum við á bremsunni með ýmsar hugmyndir varðar að snúa að auknum útgjöldum. Þurfum einfaldlega að sjá hvernig árið fer á stað. Ég myndi samt segja við sem heldur að bæta í, heldur að draga úr og hvergi er dregið úr þjónustu að frumkvæði sveitarfélagsins. Heldur erum við gætum þess að þurft að bregðast við ef ríkissjóður hættir kostnaðarþátttöku sem hefur hingað til verið á hans borði og það eru þá liðir sem heyra sérstaklega undir félagsþjónustu. Við getum kannski nánar því á eftir í umfjöllunum fjárhagsáætlunina. Svo er auðvitað kjaradeila félaga í Kennarasambandi Íslands við sveitarfélögin fíll í stofunni. Þriðjungur starfsfólk sveitarfélaga eru félagar í Kennarasambandi Íslands, þannig að laun og breyting á launum kennara hafa veruleg áhrif á rekstur sveitarfélagsins. Að því sögðu þá vonum við auðvitað að deilan leysist og við höldum áfram metnaðarfullu skólastarfi á öllum skólastigum í sveitarfélaginu. Það eru alþingiskosningar framundan, það fer auðvitað ekki fram hjá neinum. Frambjóðendur eru á ferðinni héraðið og land allt auðvitað. Við höfum fengið nokkur framboð í húsi til okkar ráðhúsið. Ég líta á slíkar heimsóknir fyrst og fremst sem tækifæri til þess að kynna okkar verkefni og okkar áherslur fyrir metnaðarfullu stjórnmálafólki, frekar en beinlínis að okkar hlutverk sé að hlusta og heyra kynningar flokkana. Nú til dæmis það sem við höfum verið að tala og leggja áherslu á, eða ég hef verið að leggja áherslu á við þá frambjóðendur sem eru að koma í hús til okkar eru samgöngumálin og viðhaldi vegakerfisins, uppbygging Uxahryggja og svo verður þetta að setja krafti í Sundabraut. Þetta eru mjög hagkvæm verkefni fyrir allt samfélagið á Íslandi, en samt einna mikilvægast fyrir íbúa hér í Borgarbyggð og það er mikilvægt að halda því á lofti. Þetta eru stór hagsmunamál fyrir landsmenn alla, en ekki bara málefni sem snúa að sveitarfélaginu hér. Þá eru auðvitað auðlindamálin mjög mikilvæg. Með sama hætti og sjávarauðlindin var uppspretta mikilvæg auðlegar í sjávarbyggðum á síðustu aldar, þá eru á mínu viti landnytjar auðlind okkar tíma og munu skapa auð. Ríki verður að skapa ramma sem tryggir að nýting á landi skapi velsæld í því umhverfi þar sem að framkvæmdin á sér stað og þar sem áhrif verða fyrir. Það er algjört forgangsatriði í mínum huga í samtali við stjórnmálamenn á landsvísu og bara mikilvægt til þess að taka samtalið eitthvað áfram. Og það er á borði stjórnmála á landsvísu. Þá var Borgarbyggð skólasamfélag og ekki síst á framhaldsskóla og háskólastigi skara skólarnir okkar fram úr
og auðvitað aðrir skólar líka, hafa mótað sér sérstöðu sem að virka og endurspeglast í miklum fjölda umsókna. Við þurfum á stuðningi og skilningi ríkisvaldsins að halda til þess að tryggja að Borgarbyggð haldi áfram að styrkjast sem skólasamfélag. Þá hefur heilbrigðisþjónustan í okkar sveitarfélagi verið að styrkjast og sérstaklega mönnun og við þurfum á því að halda að fjárfest sé í umgjörð og aðbúnaði á Heilbrigðisstofnun Vesturlands í Borgarnesi. Þar hefur þokast rétt átt og mikilvægt að haldi sé áfram. Viðurkenni að ég vona innilega að nýtt verði tækifæri til endurbóta á gangstétta og bílastæðum við heilsugæsluna og Brákarhlíð samhliða því sem að framvindu við nýtt hús og lóð við Nemendagarða og Brákarhlíð. Þá ýmis framkvæmdaverkefni í sveitarfélaginu í farvegi sem að við erum á farvegi sem snúað okkur og eru í farvegi með ríkinu sem mikilvægt að áfram njóti stuðnings. Nú sveitarfélag ásamt slökkviliði og lögreglu, við munum þétt með FSRE og dómsmálaráðuneytinu af því að sameiginleg miðstöð lögreglu og slökkviliðs rísi og ég bind vonir við góða fréttir af því fljótlega. Þá hefur uppsetning á nýju varaeintakasafni fyrir Landsbókasafn verið í farvatninu sem þýðir að varaeintakasafnið flyst úr gamla Héraðsskólanum og Snorrastöð og getur flutt alla starfsemi sína í húsið. Það geti lyft verulega Snorrastofu og Reykholti. Við hefum verið í sambandi við menningarmálaráðuneytið og Landsbókasafn varðandi nýja möguleika í húsnæðismálum fyrir varaeintakasafnið og reynda fleiri söfn og þeirri vinnu þarf að lykta með uppbyggingu í safnamálum í Borgarbyggð. Loks þarf að tryggja að uppbygging fullfjármagnaðar jarðræktarmiðstöðvar hefjist hið fyrsta á Hvanneyri, enda eins og segi verkefni fullfjármagnað með sölu eigna Landbúnaðarháskólans, það ekki til neinu að bíða. Það bara mikilvægt að það verði ekki stöðvun eða verði ekki hikst í svona verkefnum sem að skipta okkar samfélag verulegu máli þó að það verði einhverjar breytingar á landsvísu í stjórnmálum. Það hefur verið nóg að gera í fundahöldum á vegum sveitarfélagsins. Við kynntum drög að þjónustustefnu á 5 stöðum í sveitarfélaginu í október. Ég og aðrir stjórnendur sveitarfélagsins og sveitarstjórnarfulltrúar áttum þar mjög gott samtal íbúa. Mæting á fundina var auðvitað mjög skóð svo sem eins og gengur, en samtalið var virkilega gott. Þjónustustefna verður lögð hér fram til fyrri umræðu hér á eftir og unnið verður síðan áfram með hana fyrir seinni umræðu sem fer fram í desember. Þá var allir 3 kynningafundur vinnslutillögu á nýju aðalskipulagi. Hún liggur nú fram í skipulagsgátt og umsagnarfrestur rennur einmitt út í dag, þannig að þeir sem ætla að koma, þau ykkar sem að hyggist koma með umsögn við vinnslutillöguna, þá er tækifæri núna. Og ég sé reyndar að það hafa komið fjölmargar gagnlegar athugasemdir. Nú að svona af öðru sem má nefna að nú er það búið að flytja starfsemi leikskólans á Hraunborg yfir í ný uppgert húsnæði í Varmlandsskóla. Mér sýnist einfaldlega mjög vel hafa tekist til og það er léttir að búið að flytja börnum úr húsnæði sem að þarfnast verulegs viðhalds yfir í húsnæði sem er eins og nýtt. Svona í lokin þá kom nýlega út skýrslan Sveitarfélag ársins, þar sem er kynnt niðurstaða viðhorfskönnunar meðal bæjarstarfsmanna í mörgum stærstu sveitarfélögum landsins. Þar var Borgarbyggð í 7. sæti af 22 sveitarfélögum og hækkar milli ára og hefur að taka bara stórskref upp á við þennan lista í síðustu árum. Það er einfaldlega mikilvægt fyrir okkur stjórnendur og reyndar bara allt samfélag held ég að starfsfólki sveitarfélagsins eða öðrum íbúum líði vel og við séum stolt af okkar sveitarfélagi, vinnustaðnum og auðvitað við búum yfir öflugum hópi starfsfólks og stjórnenda og auðvitað sveitarstjórnarfólks. Ég hlakka til að eiga góðan fund með ykkur í dag. Takk fyrir mig. Takk fyrir það, Stefán Broddi Guðjónsson, þessa góðu yfirferð. Þá erum við komin að öðrum dagskrárlið hér í dag sem ber heitið fjárhagsáætlun 2025 með málsnúmeri 2407-054 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 688 og þar segir í bókun drög að áætlun rekstur 2025 og fjárfestingar 2025 til 2028 rædd og kynnt. Lagt til álagningarhlutfall útsvars verði óbreytt milli ára 14,97%. Frekari vinna er framundan við mat á tekju, gjalda og fjárfestingarliðum. Fyrri umræðuna fjárhagsáætlun í sveitarstjórn fer fram 14. nóvember næstkomandi. Drögum að fjárhagsáætlun er vísað til fyrri umræðu í sveitarstjórn og þetta var samþykkt samhljóða. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er Stefán Broddi Guðjónsson sem er óskað til að taka til máls og er hér með greinargerð.
Já, forseti. Takk fyrir. Hér á eftir fer greinargerð vegna fyrir umræðu í sveitastjórn Borgarbyggðar fjárhagsáætlun Borgarbyggðar fyrir árið 2025 og fjárhagsramma fyrir árin 2025 til 2028. Lagði hér fram til fyrri umræðu. Þetta er dálítið langur lestur, þannig að bara tilvalið að halla sér aftur og hlusta og innbyrða tölurnar, en greinargerðin er öll með fjárhagsáætlun og mun birtast á vefsíðu með fundargerð fundarins. En ég vona að þessi lestur færi ykkur dálítið innsýn í það sem að verið að gera og hugsa í fjármálum sveitarfélagsins þessar mundir og fram á við. Nú, fjárhagsáætlun A hluta rekstrar Borgarbyggðar, það segja þá án B-hluta og án þá eignarhluta okkar. Það þá sá hluti sem er fjármagnaður með skatttekjum sveitarfélagsins. Fjárhagsáætlun A hluta rekstrar Borgarbyggðar fyrir árið 2025 gerir ráð fyrir afgangi að fjárhæð 140 milljónir króna samanborið við útkomuspá afgang að fjárhæð 301 milljón króna fyrir yfirstandandi árið 2024. Fjárhagsáætlunin felur í sér að tekjur hækka 3,7% milli ára á sama tíma og rekstrarkostnaður fyrir afskriftir eykst 6,2%. Samtals eru tekjur A hluta Borgarbyggðar áætlaðar 6.740 milljónir króna árið 2025. Tekjuáætlunin byggir á spá 5% hækkun útsvarstekna milli ára, 9,2% hækkun fasteignaskatta í samræmi við þróun fasteignamats og óbreytt skatthlutfall og 5,9% hækkun framlaga úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Gert ráð fyrir að aðrar rekstrartekjur lækki 9,5% milli ára. Sú áætlun, þessi lækkun á milli ára, byggir á 3,9% almennri hækkun gjaldskráa, en að öðru leyti er gætt varfærni í áætlunum tekjur sem háðar umfangi eða óvissu þátttöku ríkisins. Gjaldskrár og áætlunum aðrar tekjur verða sérstaklega til umræðu á vettvangi byggðaráðs á milli umræðna, svo sem eins og aðrir liðir þessarar fjárhagsáætlunar. Áætlunin gerir ráð fyrir að 3.792 milljónum króna verði ráðstafað í laun og launatengd gjöld án breytinga á lífeyrisskuldbindingum. Það er 6,0% hækkun milli ára og samsvarar 56,3% af skatttekjum. Þannig að laun eru til laun að renna 56% af skatttekjum sveitarfélagsins. Nú fjöldi stöðugilda hjá sveitarfélaginu var 292 talsins í byrjun nóvember 2024 og fjölgað tæp 6 eða það bil 2% á milli ára. Hækkun launakostnaðar í áætlun helgast aðal af kjarasamningsbundnum hækkunum, áhrifum af styttingu vinnuvikunar og lögbundnum stuðningi við börn og fólk með fötlun. Þá er mikilvægt að benda á að félagsfólk í Kennarasambandi Íslands hefur verið með lausan samning frá því byrjun apríl síðastliðinn sem leiðir til þess að launakostnaður sveitarfélaga vegna kennara á yfirstandandi ári er lægri en ella. Óvissa niðurstöðu kjaradeilu félagsfólks í Kennarasambandi Íslands við sveitarfélögin skapar talsverða óvissu þær fjárhags- og fjárfestingaráætlanir sem lagðar eru fram af hálfu sveitarfélaga land allt í raun og veru. Nú, útgjöld til fræðslumála eru áætluð 3.320 milljónir króna á árinu 2025 sem er aukning 6,8% á milli ára. Til fræðslumála renna 54% útgjalda sveitarfélagsins með áætlun næsta árs. Þar af er beinn rekstrarkostnaður grunnskóla 1.757 milljónir króna, leikskóla 1.037 milljónir og tónlistarskóla 114 milljónir. Kostnaður sveitarfélagsins við rekstur mötuneyti er áætlaður 135 milljónir króna sem er hækkun 60 milljónir króna á milli ára, sem er meðal annars tilkomin vegna upptöku gjaldfrjálsra skólamáltíða fyrir grunnskólabörn, en athugið að framlag úr jöfnunarsjóði fæst að hluta til á móti þeirri aukningu sem færist á tekjumegin þeim megin, eða færist í raun þeim megin til tekna. Hækkun útgjalda sveitarfélagsins á milli ára skýrist reyndar að stærstum hluta af útgjöldum til félagsþjónustu. Það er að ræða stuðning við fjölskyldur, börn, fatlaða, eldri borgara, flóttafólk og umsækjendur alþjóðlega vernd. Samtals eru hrein útgjöld til félagsmála áætluð 768 milljónir króna
og hækka liðlega 20% árið 2025, annað árið í röð. Stuðningsnet sveitarfélagsins hefur verið styrkt og greitt inn á innviðaskuld í málaflokknum. Þá í fjárhagsáætlun tekið tillit til óvissu greiðsluþátttöku ríkisins vegna móttöku flóttamanna. 12,8% sveitarfélagsins verður ráðstafað til félagsþjónustu samkvæmt fjárhagsáætlun 2025 samanborið við 11% með útkomuspá árið 2024, þannig með talsverða aukningu útgjalda til þess málaflokks. Hrein útgjöld til æskulýðs- og íþróttamála eru áætluð 556 milljónir króna á árinu 2025 og hækkað 7% á milli ára. Þar vegur þyngst fjárhagsrammið vegna íþróttamiðstöðvarinnar í Borgarnesi að fjárhæð 252 milljónir og íþróttamiðstöð á Kleppjárnsreykjum og Varmalandi upp á samtals 79 milljónir, en framlag til íþróttamiðstöða hækkar samtals 11% milli ára í áætluninni. Þá ætlunin að auka framlag til leikvalla 4,5 milljón sem stuðlar að hækkun kostnaðar í málaflokknum. Framlag til skipulags- og byggingamála áætlað 235 milljónir króna á árinu 2025 og breytist í raun lítið á milli ára og lækkar lítillega að raunvirði. Gert ráð fyrir svipuðum kostnaði við skrifstofu sviðsins en að kostnaði við aðalskipulag lækki en deiliskipulag hækki í takti við framgang verkefna. Verkefnastaða sviðsins umfangsmikil þessar mundir vegna verkefna á vegum sveitarfélagsins og framkvæmda innan sveitarfélagsins ásamt því sem vinna við nýtt aðalskipulag langt komin. Framlag til brunavarna og slökkviliðs áætlað 147 milljónir sem svipað hlutfall af skatttekjum og á yfirstandandi ári eftir nær stöðuga hlutfallslega hækkun kostnaðar síðustu ár. Verkefnum slökkviliðs hefur enda fjölgað verulega síðustu árin aðallega vegna umferðarslysa og gróðurelda. Útgjaldarammi menningarmála nemur 175 milljónum króna árið 2025 en þar af útgjöld til safnahús áætluð 99 milljónir. Til menningarmála telst einnig kostnaður við rekstur Hjálmakletts, félagsheimila og framlag sveitarfélagsins til hátíða. Fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir að útgjöld til menningarmála hækki í takti við þróun skatttekna skatttekna Útgjöld til umferðar- og samgöngumála áætluð 180 milljónir króna árið 2025. Þar að ræða framlag til gatna og gangstétta, götulýsingu og vetrarþjónustu. Á yfirstandandi ári voru framlög til málaflokksins aukin 67 milljónir króna til að efla viðhald og mæta auknum kostnaði við snjómokstur í upphafi árs. Sú upphæð heldur sér að mestu á næsta ári og ætti því áfram að vera svipað svigrúm til endurbóta á götum og gangstéttum. Áætlað að framlög til snjómoksturs og hálkueyðingar verði 34 milljónir króna á árinu 2025 sem nálægt í meðaltali sem raunkostnaður hefur verið í þeim málaflokki. Frá því fyrirkomulagi var breytt fyrir fáeinum árum og þjónusta aukin. Eins og nærri má geta ríkir veruleg óvissa í áætlanagerð vetrarþjónustu. Framlag til umhverfismála áætlað 80 milljónir sem hækkun 7 milljónir milli ára en undir málaflokkin heyrir umhirða á opnum svæðum, Skallagrímsgarði einkunum og fleira. Sameiginlegur kostnaður sveitarfélagsins áætlaður 487 milljónir króna sem samsvarar 7% hækkun milli ára. Undir liðinn fellur meðal annars kostnaður við rekstur skrifstofu Borgarbyggðar, stjórnsýslu sveitarstjórnar og byggðarráðs og kynning á sveitarfélaginu sem ráðgert að leggja aukinn kraft í árinu 2025. Fjármagnskostnaður Borgarbyggðar á árinu 2024, aftur ég að tala um A-hlutann, áætlaður fjármagnskostnaður A-hlutans á árinu 2024 áætlaður 122 milljónir og gert hann 122 milljónir á árinu 2024, þar sé yfirstandandi ári og gert ráð fyrir að hann hækki 149 milljónir króna árið 2025 samhliða fjárfestingum sem fjármagnaðar verða með lántöku. Á þessu ári, 2024, áætlað að fjárfest hafi verið fyrir samtals 1,1 milljarð króna án þess að til lántöku hafi komið. En sterk lausafjárstaða í upphafi árs og sterkt sjóðstreymi frá rekstri hefur leitt til þess að ekki hefur verið þörf fyrir nýja lántöku. Þá hafa fjárfestingar ársins verið talsvert lægri en áætlað var í upphafi árs. Endurbygging grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum stærsta fjárfesting yfirstandandi árs. Í lok árs áætlað að Borgarbyggð hafi fjárfest fyrir 450 milljónir króna í verkefninu. En áætlað að því ljúki haustið 2025. Fjárfestingar í öðru skólahúsnæði áætlaðar 260 milljónir króna á árinu 2024.
Þar er að ræða endurnýjun á hluta skólahússins á Varmalandi og flutning leikskólans Hraunborgar í húsnæðið, en sá flutningur átti sér stað í síðustu viku. Þá er að ræða endurnýjun á miðálmu grunnskólans í Borgarnesi sem stendur yfir og ráðgert að ljúki á fyrsta ársfjórðungi 2025 og svo undirbúningur að stækkun Uglukletts. Á árum 2024 er áætlað að fjárfest hafi verið fyrir 230 milljónir króna í nýjum götum og stígum í Borgarbyggð. Stærsta einstaka fjárfestingin sem nú stendur yfir er endurnýjun Sæunnargötu, en hlutur Borgarbyggðar í verkinu er 70%. Þá stendur nú yfir gatnagerð við Vallarás og nýbygging á göngustígu í Dílatanga. Borgarbyggð bindur vonir við að gatnagerð í Kveldúlshöfða hefjist leið og aðstæðaleyfa og sömuleiðis lýsing á leið að fólkvanginum í einkunum. Nú framkvæmdatímabil er hafið hjá Borgarbyggð. Á árum 2024 hefur sveitarfélagið nýtt góða ljósvarstöð og sjóðstreymir frá rekstri til fjárfestinga. Því er útlit fyrir að ekki komið til lántöku fyrr en í byrjun árs 2025. Eins og ég nefndi áðan þá hefur gangur í einstaka verkefnum verið hægari en vonast hafi verið eftir, en á móti hefur Borgarbyggð komist hjá því að ráðast í nýja lántöku í sögulega háu vaxta- og verðbólguumhverfi. Nú hefur verðbólga komið niður og hefur ekki verið lægri í 3 ár og vonandi heldur hún áfram niðurleið. Og bæði stýrivextir og langtímavextir eru teknir að lækka. Aðstæður til lántöku hafa því batnað. Á árum 2024 er áætlað að handbært fé frá rekstri Borgarbyggðar verði 625 milljónir króna og 507 milljónir króna á árum 2025. Það þýðir að hrein lántaka A-hluta Borgarbyggðar verði 2,6 milljarðar á árum 2025 með við áætlun ársins. Á árinu 2025 áætlar Borgarbyggð að fjárfesta fyrir 3 milljarða. Stærstu framkvæmdir snúa að því að ljúka framkvæmdir við endurnýjun á húsnæði grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum, framkvæmdir nýtt knatthús í Borgarnesi sem gert er ráð fyrir að hefjist á fyrstu mánuðum nýs árs, áframhaldandi endurnýjun á íþróttamiðstöðinni í Borgarnesi, uppbyggingu stíga, niðurrif húsnæðis í Brákarey, gatnagerð við Kveldúlshöfða, Sæunnargötu og Bröttugötu og stækkun leikskólans Uglukletts. Forgangsröðun helstu framkvæmda hefur ekki tekið breytingum á milli ára, þannig er gert ráð fyrir að framkvæmdir við knatthús verði langt komnar undir lok árs 2025 og að þeim ljúki á fyrri hluta árs 2026. Framkvæmdir við stækkun Uglukletts hefjist síðan á 4. ársfjórðungi 2025 og þeim ljúki fyrir árslok 2026. Í ársbyrjun 2027 verði síðan hafist handa við stækkun íþróttahússins við Þorsteinsgötu í Borgarnesi. Í framkvæmdaáætlun er mótaður rammi fyrir aðkomu Borgarbyggðar að uppbyggingu í Brákarey. Framundan er að hefja niðurrif á húsnæðis, og það er að tala húsnæði gamla sláturhússins, og gerð deiluskipulags fyrir á grundvelli rammaskipulags sem kynnt var fyrir íbúum fyrr á þessu ári. Borgarbyggð sér ekki fyrir sér að leggja áhættu fjármagn í uppbyggingu í Brákarey og gengir út frá því að það fjármagn sem lagt er til verkefnisins, Borgarbyggð er að hendi til verkefnisins muni skila sér tilbaka. Nú uppbygging sameiginlegrar miðstöðvar viðbragðsaðila, lögreglu og slökkviliðs er einnig í farvatninu. Bæði Borgarbyggð og Framkvæmdasýslan ríkiseignir, það er það FSRE sem stundum vísa til, sjá fyrir sér að verða leigutakar í húsnæðinu sem verði byggt af verktaka eða fasteignafélagi. Borgarbyggð væntir þess að sem fyrst liggi fyrir ákvörðun hjá ríkinu, þannig ráðist verði í fullnaðar hönnun á árum 2025 og í framhaldinu uppbyggingu á húsnæðinu. Eins og heyrið, svo ég vék að hér í inngangi mínum eða í skýrslu sveitarstjóra, skiptir þetta miklu máli að þarna sé áfram haldið þrýstingu á ríkið að ekki komi töf á þetta verkefni, frekar en önnur. Nú, leyfum mér þá að víkja að B-hlutanum, en til B-hluta Borgarbyggðar telst starfsemi sem reka skal sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Þær skulu því hafa tekjur sem mæta rekstrarkostnaði. Það er að ræða sorphirðu, félagslegar íbúðir, fjallskilasjóði og ljósleiðara Borgarbyggðar, svo nokkur dæmi séu tekin. Rekstur eininga B-hluta verður tekin til nánari skoðunar á milli umræðna, en áætlun ársins 2024 og 2025 gerir ráð fyrir að lítilsháttar halli sé á rekstri sorphreinsunar, félagslegra íbúða og fjallskilasjóða. Langtíma fjármagn ljósleiðara Borgarbyggðar hefur að stærstum hluta verið í gegnum A-hluta Borgarbyggðar og tekjur ljósleiðarans þurfa því bæði að mæta rekstrarkostnaði og fjármagnskostnaði sem býr að móðurfélaginu sem er þá Borgarbyggð. Þrátt fyrir aukningu tekna vantar enn nokkuð upp á að það sé raunin. Nú fjárhagsáætlun Borgarbyggðar verður á næstu vikum tekið til frekar umræðu á vettvangi sveitarstjórnar og meðal íbúa, en íbúafundur hefur verið boðaður 27. nóvember næstkomandi hér í Hjálmakletti til kynningar á fjárhag og á fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Nú rekstur Borgarbyggðar á yfirstandandi ári og áætlun fyrir árið 2025
endurspeglar lögð hefur áherslu á að þétta félagslegt net sveitarfélagsins. Þá verður bætt í viðhald bæði húsnæðis og gatna. Fjárfestingar sveitarfélagsins framundan snúa að aðbúnaði barna og ungmenna og þeirra sem með þeim starfa og uppbyggingu á nýjum hverfum fyrir stækkandi samfélag. Svona í lokin þá eru samt viðsjár í efnahagsumhverfi og deilur á vinnumarkaði. Í fjárhagsáætlun 2025 hefur verið reynt að gæta varfærni í tekjuáætlun. Á milli umræðna þarf að skoða nánar þróun útgjalda í einstaka málaflokkum og auðvitað heimsækja fjárfestingaráætlun sveitarfélagsins áfram eins og ætíð er gert. Nú á milli umræða þarf síðan að skoða nánar þróun útgjalda í einstökum málaflokkum. Þá er ljóst að sveitarfélagið þarf að bregðast við ef ríkissjóður hættir kostnaðarþátttöku eða niðurgreiðslu þjónustu sem öðrum kosti leggst á fullum þunga á sveitarfélagið. Að því undanskildu er hvergi í fjárhagsáætlun 2025 verið að skerða þjónustu frá því sem nú er, heldur lagt upp með afkoman dugi til að skila afgangi í gegnum tímabil fjárfestinga og uppbyggingar. Takk fyrir mig. Takk fyrir þessa góðu yfirferð, Stefán Broddi Guðjónsson. Það er á mörgu að taka í þessari yfirferð fjárhagsáætlunarvinnuna. En forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Það er ómögulegt að sitja algjörlega hjá við þegar það er verið að leggja fram fjárhagsáætlun til fyrri umræðu. En ég ætla nú ekki að vera langorður núna því að mér finnst að það eru þarna nokkur atriði sem eiga alveg eftir að koma í ljós eins og Stefán fór yfir. Meðal annars framlag ríkisins, hvort að það heldur áfram í kostnaðarþátttöku við flóttamenn og það mun hafa þá verulega áhrif á afkomuna til batnaðar. Ég svo sem það er alveg hægt að hafa áhyggjur af því að það sem kemur fram alveg í upphafi að tekjurnar hækka 3,7% og gjöldin aukast 6,2%. Og það er eitthvað sem verður verkefni náttúrulega framundan að það verði ekki árleg þróun. En það er klárlega verið að auka í þjónustu á ýmsum sviðum sem er vel að mörgu leyti, en þessi þróun, hún má ekki verða að einhverju trendi til margra ára, þá lendum við í vandræðum. Og það er eiginlega bara það sem ég ætlaði að brýna meirihlutann í að passa upp á kostnaðinn, að hann fylgi tekjunum. Annað ætlaði ég ekki að segja í þetta skiptið. Takk fyrir það, Sigurður Guðmundsson. Við tökum undir það að það eru náttúrulega svona ákveðin óvissu þættir sem vonandi verða búin að skýrast betur núna á milli umræðna og við tökum jafnframt undir það að það er mikilvægt að við höldum vel utanum séum alltaf auga á rekstrinum, þeim kostnaði sem er þar undir og hann sé ekki að hækka óðurlega milli ára. Ég held að það sé svona sameiginlegt markmið okkar allra alltaf. En orðið er ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Thelma Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir gestir eða áheyrendur. Mér langar kannski bara að byrja á því að lýsa ánægju minni yfir bara bæði skemmtilegu og áhugaverðu samtali í undanfara gerða þessari fjárhagsáætlunar og það samtal hefur bara verið gagnlegt og þetta hefur verið skemmtileg vinna. Fjárhagsstaða sveitarfélagi er krefjandi áskorun á hverju ári og líkt að sveitarstjóri nefndi hér áðan í greinargerð sinni að þá er það bara dæmi þá krefjandi stöðu sem við erum í að launakostnaður
hérna hjá Borgarbyggð er orðin 56% af skatttekjum sveitarfélagsins. En ég vænti bara áframhaldandi samtals og samvinnu þetta verkefni sem fram undan að ná góðri lendingu í rekstraráætlun fyrir næsta ár og fjárfestingum fyrir næsta ár. Mig langar að spyrja að einu varðandi fjárfestingarammann sem lýtur að liðnum sem ber nafnið sala eigna og óreglulegar tekjur. Hvað nákvæmlega meirihlutinn að sjá fyrir sér undir þessum lið? Hvaða eignir eða tekjur verið að líta til þarna? Takk fyrir það, Thelma Harðardóttir, og orðið laust ennþá undir þessum lið. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, forseti, sveitarstjórn, aðrir áheyrendur. Ég bara ætla að byrja á að taka undir með bæði Sigurði og Thelmu og tek undir þau orð að við þurfum að vera vel vakandi fyrir auknum rekstrakostnaði en ég held að við séum, eins og kom fram hjá þeim, öll sammála það að við erum að leggja fram hófstillta áætlun, en samt sem áður það hvergi verið að draga úr þjónustu, það frekar verið að bæta í. En varðandi spurningu Thelmu, þá þessi liður, það engin sérstök eign á bakvið liðin, heldur þetta bæði hugsað undir tekjur af eignarhlutum Borgarbyggðar í ýmsum félögum, og svo höfum við ekki í þessu árferði, þar sem við höfum ekki þurft að fara í lántöku, lagt neina ofur áherslu á að selja eignir sem við gætum vissulega selt. Og það hins vegar bara alltaf opið að kanna það mál nánar. Við eigum tækifæri þar til tekjuöflunar. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson. Orðið ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Ef það ekki fleiri sem kveða sér hljóðs, þá ætlar forseti að byrja á því að biðja þá fulltrúa sem samþykkja að álagning útsvars á árinu 2025 verði 14,97% af tekjum. Biðja þá fulltrúa sem samþykkja það að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Og þá biðja þá fulltrúa sem samþykkja að vísa tillögu að fjárhagsáætlun til síðari umræðu í sveitarstjórn að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að þriðja dagskrárlið hér í dag sem ber heitið Þjónustustefna í byggðum og byggðarlögum sveitarfélaga með málsnúmeru 23-1004, og það stefna Borgarbyggðar þjónustu og þjónustustig í byggðum og byggðarlögum sveitarfélagsins samanber 130. grein A sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 fyrir árin 2025 til 2028. Og hún hér lögð fram til fyrri umræðu í sveitarstjórn, og ég vil bara taka undir það að allavega þeir fundir sem ég náði að mæta á voru bara sérstaklega góðir og ánægjulegt að fá tækifæri til að eiga þetta samtal við íbúa svona vítt og breitt þjónustuna í sveitarfélaginu. Þannig að bara ég þakka fyrir þá mætingu sem var á þessu fundi, og þeim sem eins og kom fram, það voru svona misjafnlega vel mætt, en þetta var allt saman góði fundur og góð samtöl sem áttu sér stað. En forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Sigrún Ólafsdóttir beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Mér langar bara í kjölfarið á þessum fundum að þakka kærlega fyrir þeim íbúum sem mættu á þessa fundi og tóku þarna samræðurnar við okkur. Það hefur náttúrulega verið gaman að sjá ennþá meiri mætingu, en á sumum stöðum var hún bara býsna góð. Það sem ég tek út úr þessu bara einkar svona gagnlegt spjall sem sneri að bara hinum ýmsu þáttum á rekstri Borgarbyggðar, og mér fannst bara ánægjulegt hvað fólk kom oft á tíðum bara vel undirbúið til þess að fá upplýsingar, viðra sínar skoðanir,
bæði að hæla og gagnrýna og ég held að við sem allavega komum svona á vel flesta þessa fundi værum bara virkilega til í að taka svona spjall einmitt við íbúana oftar og akkurat svona í þessu formi. Þetta var ekkert að hrekja neitt frá fyrir einhver mjög hátíðleg fundarsköp eða neitt slíkt og bara til upplýsinga þá var þetta þannig uppbyggt að þetta var bara kynning á þessu fyrst og svona farið vel yfir hugmyndir varðandi stefnun og annað slíkt og síðan var bara tekið samtalið, kjörnir fulltrúar og íbúar og þetta var form sem allavega hugnaðist mér afskaplega vel og ég held að svona þeir sem að mættu voru býsna ánægðir og ég vona bara við eftir að eiga svona góð samtöl við íbúana sem oftast. Takk. Takk fyrir það, Sigrún. Kristján Ágúst Magnússon biður orðið. Gjörðu svo vel, Kristján. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarmenn og aðrir íbúar Borgarbyggðar. Ég ætla að taka undir þessu orð Sigrúnar og ég held að þetta sé mjög nauðsynlegt verkfæri fyrir okkur sem í pólitíkinni að eiga þetta samtal. Ég man að það hefur nú þessi ár sem maður hefur búið í dreifbýlinu sérstaklega, þá hefur alltaf verið þessi draumur að eiga þetta samtal og menn hafa alltaf lofað að koma hverju ári, en það hefur ekki gerst. En ég held að þetta sé fínn vettvangur, að þarna sé komið bara verkfæri sem að sveitarfélagið getur notað til þess að eiga þetta samtal við fólk. Og sérstaklega svona á þessum tíma kannski þegar verið að undirbúa fjárhagsáætlunargerð og annað. Þannig að sko ég komst nú ekki inn á einn fund en þar var að tala það og ég veit ekki hvort það var sagt í gríni eða ekki í gríni en hvort að þetta yrði árlegt eða á 2 ára fresti eða hvað en ég hvet bara okkur að gera þetta hverju ári. Ég held að það sé mjög nauðsynlegt. Takk. Takk fyrir það, Kristján. Já, ég get tekið alveg heilsugar undir það. Við erum alls ekkert góð til þess að taka nokkra daga á ári í þetta samtal og þetta það líka bara bráðskemmtilegt. Orðið ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Það ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga eða eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að vísa þjónustustefnu Borgarbyggðar fyrir árið 2025 til síðari umræðu í sveitarstjórn og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 4. dagskrárlið hér í dag sem ber heiti viðauki við fjárhagsáætlun 2024 með málsnúmeru 2401/306 og þar lagður fram viðauki númer 6 við fjárhagsáætlun 2024 og það lagður fram viðauki númer 6 við fjárhagsáætlun ársins 2024. Í viðaukanum sett inn 6 milljóna króna framlag til hestamannafélagsins Borgfirðings, 6,8 milljónir króna greiðsla vegna leigu á landi, þjónustukaup á framkvæmdasviði minnkuð 5 milljónir króna en aukið í þjónustukaup við deiliskipulag fyrir sömu fjárhæð. Þá launakostnaður lækkaður í grunnskóla Borgarfjarðar 17,5 milljónir króna en aðkeypt þjónusta í skólanum hækkuð sömu fjárhæð. Breytingu á rekstraráætlunni mætt með lækkun á handbæru fé og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Ef enginn skildi hafa náð því sem ég fór yfir hérna aðan. Lagður fram viðauki númer 6 við fjárhagsáætlun ársins 2024. Í viðaukanum sett inn 6 milljóna króna framlag til hestamannafélagsins Borgfirðings, 6,8 milljóna króna greiðsla vegna leigu á landi, þjónustukaup á framkvæmdasviði minnkuð 5 milljóna króna en aukið í þjónustukaupi deiliskipulag fyrir sömu fjárhæð. Þá launakostnaður lækkaður í grunnskóla Borgarfjarðar 17,5 milljónir króna en aðkeypt þjónusta í skólanum hækkuð sömu fjárhæð. Breytingar í rekstraráætlunni mætt með lækkun á handbæru fé og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 5. lið á dagskránni hér í dag sem ber heitið útboð vegna vátrygginga með málsnúmeru 24.08.150 og þar lagður fram samningur við Vátryggingafélag Íslands sem gildir frá 1. janúar 2025 til 31. desember 2027 og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið.
og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og það liggur eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að gengið verði til samninga við lægstbjóðanda Vátryggingafélag Íslands EHF og staðfestir samning vátryggingavernd dagsettan 28. október 2024. Sveitarstjórn falið að undirrita samninginn og ég bið þá fulltrúa að samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 6. dagskrárlið hér í dag sem ber heiti stofnun lögbýlis á jörðinni Vindási með landnúmerið 233 /5672 og það er málsnúmerið 2409 292 og það er afgreiðsla frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar nr. 68. Umsóknin er í samræmi við staðfest aðalskipulag og uppfyllir skilyrði 18. greina jarðalaga nr. 81/2004. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd gerir ekki athugasemd við stofnun lögbýlis en telur æskilegt að föst búseta fylgi stofnun lögbýlis. Nefndin veitir jákvæða umsögn umsóknina og leggur það ákvörðun fyrir sveitarstjórn til staðfestingar. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar staðfestir jákvæða umsögn stofnun lögbýlis á jörðinni Vindás með landsnúmerið 233 /5672 enda er umsóknin í samræmi við staðfest aðalskipulag og uppfyllir skilyrði 18. greina jarðalaga nr. 81/2004 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 7. dagskrárlið sem ber heitið Holtavörðuheiðarlína 1, kynning umhverfismatsskýrslu, mat á umhverfisáhrifum með málsnúmerið 2410/034 og það er afgreiðsla frá fundi nr. 70 hjá skipulags- og byggingarnefnd og þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd gerir ekki athugasemd við umhverfismatsskýrslu Holtavörðuheiðarlínu 1 og vísa til endanlegrar afgreiðslu hjá sveitarstjórn og þetta var samþykkt samhljóða. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Mér langaði bara rétt að koma hérna upp vegna þess að ég hef aðeins fengið ábendingar eftir að skipulagsnefnd afgreiddi þennan lið að það virðist gæta einhvers misskilnings meðal manna hvað málið snýst. Þessi afgreiðsla snýr bara að umhverfismatinu sjálfu fyrir línuna og það er engar athugasemdir sem að hafa allavega borist mér né öðrum sem ég veit við framkvæmd umhverfismatsins. Þannig að ég vildi bara koma hérna upp og árétta það að það er á síðari stigum sem Landsnet mun svo koma og óska eftir að setja sinn aðalvalkost út úr þessari umhverfismatsskýrslu inn á skipulag og þá gefst tækifæri til umræðina aðra mismunandi kosti úr þessari umhverfismatsskýrslu ef vilji til þess. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson. Orðið er ennþá laust undir þessum dagskrárlið og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar gerir ekki athugasemd við umhverfismatsskýrslu Holtavörðuheiðarlínu 1 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 8. dagskrárlið hér í dag sem ber heitið Efranes umsókn aðalskipulagsbreytingum landnúmerið 134858 og málsnúmerið 241060 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 70 og þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagða lýsingu til auglýsingar fyrir Efranes samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það var samþykkt samhljóða í nefndinni. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagða lýsingu til auglýsingar fyrir Efranes samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða.
Þá erum við komin að 9. dagskrárlið hér í dag sem ber heitið Brekkukot umsókn aðalskipulagsbreytingu, landsnúmerið 134386 og málsnúmerið 241094 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 70 og þar segir í bókun nefndarinnar: Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlaga lýsingu til auglýsingar fyrir Brekkukot, landnúmer 134386, samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Lýsingin fjallar fyrirhugaða breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010–2022 sem og nýtt deiliskipulag fyrir sama skipulagssvæði. Fyrirhuguð breyting á aðalskipulagi felur í sér breytingu á landnotkun á 20 hektara spildu úr landi Brekkukots, landnúmer 134386, frá landbúnaðarlandi yfir í íbúðabyggð. Breyting verður gerð á greinargerð aðalskipulags og á uppdrætti. Á svæðinu hefur landeigandi uppi áform að útbúa 6 lóðir fyrir íbúðarhús til viðbótar við 1 íbúðarhús sem til staðar á svæðinu nú þegar, Brekkuhvamm, landnúmer 178781. Aðkoma að svæðinu frá Borgarfjarðarbraut nr. 50, vegur nr. 50, hönnuður á lista Skipulagsstofnunar samþykkta ráðgjafa. Einnig lögð fram fornleifaskráning fyrir Brekkukot frá árinu 2024. Þetta var samþykkt samhljóða í nefndinni og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki framlaga lýsingu til auglýsingar fyrir Brekkukot í Reykholtsdal samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og ég bið þá fulltrúa sem samþykki að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 10. dagskrárlið sem ber heitið Húnabyggð, aðalskipulag Húnabyggðar 2025–2037 með málsnúmeru 2410–273 og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 70. Þar segir í bókun: Skipulags- og byggingarnefnd gerir ekki athugasemd við skipulagslýsingu aðalskipulags Húnabyggðar 2025–2037 og vísar til endanlegrar afgreiðslu hjá sveitarstjórn og þetta var samþykkt samhljóða í nefndinni. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við skipulagslýsingu aðalskipulags Húnabyggðar 2025–2037 og ég bið þá fulltrúa sem samþykki að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Eruð þið ekki að hlusta á mig eða? Þá erum við komin að 11. dagskrárlið sem ber heitið umsókn grænt svæði í Fóstur með málsnúmeru 2102/007 og það afgreiðsla frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar númer 70. Var ég búin að segja málsnúmerið 2102/007? Já. Þar var lagður fram samningur grænt svæði í Fóstur sem var tekið fyrir á 24. fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar og samþykktur á fundi sveitarstjórnar númer 215. Samningur endurnýjast sjálfkrafa 1 ár þann 1. maí 2024 en uppsegjanlegur með 3 mánaða fyrirvara. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja uppsagnarsamningi við Drop-in EHF sem tekur til græns svæðis í Fóstur á þeim grundvelli að í gildi deiliskipulag sem nær yfir samningssvæði með fyrirhugaðri uppbyggingu sem þjónar grunnskóla Borgarfjarðar og almenning. Og þetta var samþykkt samhljóða í nefndinni. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestur uppsögn á samningi dagsettan 17. maí 2021 við Drop-in EHF sem tekur til græns svæðis í Fóstur og ég bið þá fulltrúa sem samþykja að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 12. dagskrárlið sem ber heitið snjómokstur í dreifbýli, verðfyrirspurn með málsnúmeru 2209/240. Afsakið. Og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 685. Og þar segir í bókun afgreiðsla frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar númer 68. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd leggur til að framlengdir verði samningar á grundvelli verðfyrirspurna við verktaka vegna snjómoksturs í dreifbýli 1 ár. Verktakarnir á hverju svæði fyrir sig
Andakíll, Bæjarsveit og Lundareykjadalur, verktaki Tryggvi Valur Sæmundsson. Hálsasveit, Reykholtsdalur og Flókadalur, verktaki Einar S. Traustason. Hvítársíða, Þverárhlíð, Stafholtstungur, Norðurárdalur, Borgarhreppur með þjóðvegi 1 og að Borgarnesi, verktaki Sleggjulækur ehf. Fyrrum Borgarhreppur, vestan Borgarnes og fyrrum Álftaneshreppur, verktaki Hálfdán Helgason. Fyrrum Hraunhreppur, verktaki Gísli Guðjónsson. Fyrrum Kolbeinsstaðahreppur, verktaki Gestur Úlfarsson. Málinu á vísað til byggðarráðs og samþykkt samhljóða. Byggðarráð samþykkti samhljóða afgreiðslu umhverfis- og landbúnaðarnefndar og vísaði til afgreiðslu í sveitarstjórn. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður þessu hljós og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun og sem svohljóðandi: Sveitarstjórn staðfestir að framlengdir verði samningar á grundvelli verðfyrirspurnar dagsettum 12. desember 2022 við núverandi verktaka snjómokstur í dreifbýli 1 ár til viðbótar. Verktakar á hverju svæði fyrir sig: Andakíll, Bæjarsveit og Lundareykjadalur, verktaki Tryggvi Valur Sæmundsson. Hálsasveit, Reykholtsdalur og Flókadalur, verktaki Einar S. Traustason. Hvítársíða, Þverárhlíð, Stafholtstungur, Norðurárdalur, Borgarhreppur með þjóðvegi 1 að Borgarnesi, verktaki Sleggjulækur ehf. Fyrrum Borgarhreppur, vestan Borgarnes og fyrrum Álftaneshreppur, verktaki Hálfdán Helgason. Fyrrum Hraunhreppur, verktaki Gísli Guðjónsson. Fyrrum Kolbeinsstaðahreppur, verktaki Gestur Úlfarsson. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða og forseti vill koma því áleiðis að frekari upplýsingar verktakana má finna á heimasíðu sveitarfélagsins og undir dagskrá fundarins. Þá erum við komin að 13. dagskrárlið sem ber heitið Snjómokstur í Borgarnesi, útboð 2024 með málsnúmeru 2408-027 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 685 og það framlagður verksamningur við Beton Technology Services snjómokstur í Borgarnesi 2024–2026 og byggðarráð samþykkti framlagðan verksamning og fól sveitarstjóra að undirrita með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það enginn sem kveður þessu hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfesti framlagðan samning við Beton Technology Services dagsettan 21. október 2024 snjómokstur í Borgarnes 2024–2026. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 14. dagskrárlið hér í dag sem ber heitið útboð á akstursþjónustu með málsnúmeru 2401-273 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 686. Þar segir í bókun framleidd skýrsla niðurstöðu útboðs á akstursþjónustu fyrir fatlaða og aldraða frá Consensa sem ráðgjafi sveitarfélagsins en útboðsfrestur rann út 18. október síðastliðinn. Framlagt og bárust 2 tilboð. Sveitarstjóra falið að ganga til samninga við lagsbjóðanda, Dagleið ehf. Að öllum skilyrðum uppfylltum með fyrirvara fullnaðarsamþykki sveitarstjórnar. Og þetta var samþykkt samhljóða og Erla Björk Kristjánsdóttir félagsmálastjóri, Elísabet Jónsdóttir deildarstjóri í fötlunarmálum og Hlöður Ingi Gunnarsson sviðsstjóri fjölskyldusvið sátu fundinn undir þessum dagskrárlið. Og forseti gefur orðið laust þennan 14. dagskrárlið. Og það enginn sem kveður þessu hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að ganga til samninga við Dagleið ehf. Að öllum gefnum skilyrðum uppfylltum. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 15. dagskrárlið hér í dag sem ber heitið Sorp útboð 2024 með málsnúmeru 2406-059 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 688. Byggðarráð samþykki fyrir sitt leyti framlög útboðsgögn og leggur til við sveitarstjórn að framfæri útboð á grundvelli þeirra. Þetta var samþykkt samhljóða í sveitarstjórn og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn staðfesti framlög útboðsgögn og felur sveitarstjóra að framkvæma útboð á grundvelli þeirra og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki.
og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 16. dagskrárlið sem ber heitið Snældubeinsstaðir íbúabyggð með málasnúmeri 20.03.153 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 686. Þar eru framlögð drög að samkomulagi við landeigendur Snældubeinsstaða um áframhaldandi leigu og spildu á landinu undir íbúabyggð samanber afgreiðslu á fundi byggðarráðs númer 671. Jafnframt lagður fram nýr lóðaleigusamningur og uppfærð lóðablöð. Framlagt samkomulag við eigendur Snældubeinsstaða um uppgjör á lóðaleigusamningi frá árinu 1979 sem bæði var ótímabundinn og óuppsegjanlegur og óhagstæður sveitarfélögunum samanborið við nútíma ákvæði lóðaleigusamninga. Samkomulagið felur í sér að Borgarbyggð fellst á að greiða 6,8 milljónir króna til eigenda Snældubeinsstaða sem fullnaðar uppgjör samningsins. Framlagður einnig nýr leigusamningur milli aðila sem tekur mið af nútíma ákvæðum í lóðaleigusamningum sveitarfélagsins. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að framlagt samkomulag og lóðaleigusamningur verði samþykkt og felur sveitarstjóra að gera viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2024 vegna samkomulagsins. Þetta var samþykkt samhljóða og við erum nú þegar búin að taka þetta fyrir í viðauka hér fyrr á dagskránni en forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður svo hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir framlagt samkomulag og felur sveitarstjóra að undirrita. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 17. dagskrárlið sem ber heitið styrkbeiðni vegna fjórðungsmót í hestaíþróttum 2025 með málsnúmeri 2410-141 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 686 og það eru framlögð styrkbeiðni frá Hestamannafélagi Borgfinning vegna fjórðungsmót Vestlendinga hestamanna sem fer fram á félagsvæði Borgfinnings 2. til 7. júlí 2025. Byggðarráð samþykkir framlagða styrkbeiðni að fjárhæð 6 milljónir króna. Stórir íþrótta- og menningarviðburðir laða gesti í sveitarfélagið og stuðla að beinum tekjum til atvinnulífs og íbúa og með óbeinum tekjum til sveitarfélagsins. Stuðningur sveitarfélagsins getur skipt sköpum til að skapa umgjörð fyrir slíka viðburði sem annars eru bornir upp á öflugu sjálfboðaliðastarfi. Þeir styrkja mannlíf og ímynd samfélagsins í Borgarbyggð. Á yfirstandandi ári hefur Borgarbyggð aukið styrkveitingar til íþrótta- og menningarviðburða, samanber framlag til unglingalandsmóts UMFÍ, aukinna framlaga til bæjarhátíða og rekstrarframlaga til Gólhúss Borgarness. Eins og önnur framlög taka framlög til íþrótta- og menningarviðburða mið af fjárhagsstöðu og horfum hverju sinni. Og þessu var vísað til viðauka í fjárhagsáætlun 2024 sem við höfum afgreitt hér fyrr í dagskránni. En forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður svo hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagða styrkbeiðni Hestamannafélagsins Borgfinnings að fjárhæð 6 milljónir króna vegna fjórðungsmóts vestlenskra hestamanna sem fram fer á félagsvæði Borgfinnings 2. til 7. júlí 2025. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 18. dagskrárlið sem ber heitir Alþingiskosninga 2024 skipan í kjörstjórnir með málsnúmeri 2410-255 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 687. Vegna forfalla þarf að tilnefna varamenn í 2 undirkjörstjórnir, undirkjörstjórn Borgarneskjördeildar og undirkjörstjórn Kleppjárnsreykjakjördeildar vegna Alþingiskosninga 2024. Byggðarráð samþykkir að tilnefna Guðlaugu Dröfn Gunnarsdóttur sem varamenn í undirkjörstjórn Borgarnesdeildar og Guðrúnu Maríu Björnsdóttur sem varamenn í undirkjörstjórn Kleppjárnsreykjadeildar. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður svo hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir tilnefningu á Guðlaugu Dröfn Gunnarsdóttur sem varamann í undirkjörstjórn Borgarnesdeildar og Guðrúnu Maríu Björnsdóttur sem varamann í undirkjörstjórn Kleppjárnsreykjadeildar og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 19. dagskrárlið sem ber heitið Fjölskyldunefnd Borgarbyggðar með málsnúmeri 2409-326 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 688 og þar er framlagt og sveitarstjóra falið að ljúka vinnu við uppfærslu á samþykktu sveitarfélags sem meðal annars munu fela í sér sameiningu velferðarnefndar og fræðslunefndar í fjölskyldunefnd.
og þetta var samþykkt samhljóða og vísað til sveitarstjórnar. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Kristján Ágúst Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir íbúar Borgarbyggðar. Já, ég er spenntur fyrir þessari hugmynd að reyna þetta. Einu áhyggjuefnin mín í þessu er það að þessi nefnd, hún er með á sinni könnu stóra hluta, hún fjallar, það eru þarna liðir sem eru með stærstu útgjaldagjöld sveitarfélagsins eru undir þessari nefnd og það eru svona einu áhyggju mínar yfir því. En á móti kemur að þarna á að funda samkvæmt þessu erindisbréfi 2 í mánuði, 7 manna nefnd sem ætti að gefa mönnum tækifæri að taka á málum þegar koma upp ykkur svona ágreiningsmál. En eins og ég segi, ég var strax skotin í hérna hugmyndinni þegar hún kemur fram og ég er það ennþá. En það er líka mjög mikilvægt að í þessari nefnd að starfsfólk þessara nefndar, þeir séu mjög virkir og mjög góðir því að það er margt þarna undir og þá er ég ekki að segja að starfsmenn sem eru núna séu ekki góðir en ég bara svona vil ítreka það að það er mjög mikilvægt en eins og segi ég hérna já er hrifinn af þessari hugmynd en sem ég segi svona það eru svona áhyggjur mínar eru aðeins þarna sko erum við kannski að gera þetta of mikið eða ég veit það ekki alveg en eins og ég held að þetta sé rétt skref. Takk. Takk fyrir það Kristján og hérna forseti vil bara eiginlega taka undir varðandi sko við höfum í sjálfu sér verið líka að velta fyrir okkur og eigum náttúrulega tækifæri til þess að gera það enn frekar varðandi það hvernig við viljum manna nefndina og þá ef til vill gætu við svona meðan við værum að vinna á sem getur kallað svona ákveðin reynslutíma á þetta að við myndum hafa nefndina kannski fjölmennari mögulega 9 manna nefnd út kjörtímabilin meðan það væri verið að tengja þessar 2 nefndir saman svona til að tryggja ákveðið flæði og svona þekkinguna úr báðum nefndunum inn og hérna en við höfum tækifæri til að skoða það núna í framhaldinu en ég tek undir það að ég held að þetta sé jákvætt skref og í rauninni bara svona kannski ákveðið sjálfstætt framhald af þeirri hugmyndafræði sem að meðal annars er að finna í nýjum lögum farsæld barna. En orðið er ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vil nú bara taka undir orð kollega míns, Kristjáns. Þetta er mjög viðamikil nefnd og vandasöm í rauninni að stýrinni og jafnframt mjög mikilvægt að þetta gangi upp. Ég er voðalega, mismunandi hvernig ég vakna á morgnar og hvort að mér finnst þetta sniðugt eða ekki. Og ég hugsa ég verði bara jákvæður í dag fyrir því að við pröfum þetta skref sko. Af því að ég hef nú þannig þá skoðun í lífinu að við getum þá alltaf farið tilbaka sko. Og við allavega ef okkur gengur illa með þetta þá hefum við ekki að þrjóskast í því sko. En bara takk fyrir og vonandi gengur það vel. Takk fyrir það, Sigurður og orður Eðvar Ólafur, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn, ágætu áheyrendur. Kristján, þakka fyrir erindið.
Sigur, ég hef allavega vaknað frá þessi hugmynd kom upp réttu megin í rúminu. Ég allavega á því að þetta sé sniðug hugmynd. En ég ætla að taka fyllilega undir það sem Sigur benti á hérna áður og ég held að ég vil taka það oftar inn í okkar vinnu að það má alltaf snúa við. Það má alltaf meta það sem við erum að gera og vera bara svolítið heiðarleg í því samtali. Það er ekkert meitlaði stein. En nú hafa önnur sveitarfélög gert þetta og það hefur að mér skilst gengið ágætlega og það er bara mikil þekking inn í þessari nefnd. Ég tek undir með Guðlaugu, það er kannski bara sniðugt að byrja með þessar nefnd stærri og svona sjá hvernig þetta fer á stað. En ég allavega er persónulega mjög spenntur fyrir þessari hugmynd og ég held hún eftir að ganga vel. Takk fyrir það, Eðvarð. Sigrún Ólafsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vil bara taka undir með þeim sem að hér hafa talað og verið jákvæðir og farið rétt fram úr rúminu. Ég held að þetta sé framfaraskref. Ég vil taka undir það sem kom fram hjá Guðveigu áðan að hafa nefndirnar í raun og veru bara smella þeim saman þannig að hún sé fjölmenn fyrst til þess að byrja með. Og þá líka kemur svona ákveðin reynsla á það hvernig þetta gengur. Eitt sem að mér finnst vera mjög jákvætt við þetta og þær breytingar sem að það verði fundað 2 í mánuði. Ég held að það verði margt nefnilega eða meira skilvirkt. Af því að það nú bara þannig að þegar nefndir funda einu sinni í mánuði að þá kannski koma upp mál bara þegar fundurinn nýbúinn sem að væri mjög gott að geta afgreitt hraðar. Og ég held að það akkurat verði auðveldara í þessari mikilvægu nefnd. En ég hef alveg fulla trú á þessu góða fólki sem í þessum nefndum situr og ég held að þetta eftir að hefnast vel. Nú eins og þau sögðu hérna áðan, við stígum þá bara skrefið tilbaka. Takk. Takk fyrir það, Sigrún. Já, ég held að við séum öll farin svona að sjá að það eru svo mörg mál sem skarast á milli þeirra mála sem snúa að bara skóla og tómstundastarfi og velferðarmála og félagsþjónustu þannig að en Davíð Sigurðsson gjörðu svo vel. Hver ætli Davíð Ólafsson sé? Já, forseti, sveitarstjórn, aðrir áheyrendur, ég tek undir það sem fram hefur komið. Ég er bara mjög bjartsýnn á, ég sé alveg samlegar áhrifin í að sameina þessar nefndir. Þessar nefndir eru þá að fjalla allan þann málaflokk sem heyrir undir fjölskyldusvið Borgarbyggðar en hins vegar held ég að í áframhaldandi vinnu við stofnun þessara nefndar ættum við að ekki endilega leggja upp með að festa í sessi 2 fundi í mánuði heldur miða við að nefndin hafi heimildir til þess að halda einhverja aukafundi eftir þörfum því að það liggur í hlutarins eðli að þetta er bara þá aukinn kostnaður og eins og við ræddum hér áðan, við þurfum að vera á bremsunni með hann. Fleira var ekki, við höldum áfram að ræða þetta og skoða þetta. Takk fyrir það. Ég ætti kannski ekki að kalla þið Davíð Ólafsson heldur Davíð Jóakim Sigurðsson. En þetta var nú svona létt grín. En orðið er ennþá laust undir þessum dagskrárlið og það er enginn sem kveður sig hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að hefja breytinga á samþykktum sveitarfélagsins í því skyni að stofna fjölskyldunefnd Borgarbyggðar sem verður nefnd sameinuð úr velferðarnefnd og fræðslunefnd. Horft verður til þeirra áherslna sem koma fram í drögum að erindisbréfi hinnar óstofnuðu nefndar við vinnuna. Ég bið það fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 20. dagskrárlið sem ber heiti Hitaveita Varmalands með málsnúmeru 2112-004 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 688 þar sem farið var yfir þróun og stöðu máls og lagði fram drög að gjaldskrá fyrir hitaveituna og byggðarráð samþykkti framlögð drög að gjaldskrá og vísaði til sveitarstjórnar til samþykktar og þetta var samþykkt samhljóða í byggðarráði og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun.
Sveitarstjórn staðfesti framlag gjaldskrá vegna hitaveitu á Varmalandi og að hún skuli taka gildi frá og með 1. janúar 2025. Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 21. dagskrárlið sem ber heitið uppbygging nemendagarða Menntaskóla Borgarfjarðar með málsnúmeru 2406-016 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 688. Það er beiðni frá stjórn nemendagarða Menntaskóla Borgarfjarðar vilyrði fyrir því að hafin verði vinna við stofnun húsnæðissjálfseignarstofnunar utan starfsemi nemendagarða Menntaskóla Borgarfjarðar. Byggðarráð samþykki fyrir sitt leyti að Borgarbyggð veiti vilyrði fyrir því að hafin verði vinna við stofnun húsnæðissjálfseignarstofnunar utan starfsemi nemendagarða Menntaskóla Borgarfjarðar. Þetta var samþykkt samhljóða og vísað til fullnaðar afgreiðslu í sveitarstjórn og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn veiti vilyrði fyrir því að hafin verði vinna við stofnun húsnæðissjálfseignarstofnunar utan starfsemi nemendagarða Menntaskóla Borgarfjarðar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá eru komin á dagskrárlið númer 22 sem ber heitið Brákarbyggð 25, gamla sláturhúsið, áætlun niðurrif með málsnúmeru 2409-047 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar númer 688 og þar er skýrsla framlögð og byggðarráð felur sveitarstjóra að ganga til samninga á grundvelli niðurstöðu tilboða öllum skilyrðum uppfylltum og þetta var samþykkt samhljóða og þar er framlagður samningur við lagsbjóðanda Verkís EHF gerð útboðsgagna vegna fyrirhugaðs niðurrifs og ráðgjafar á framkvæmdatíma. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður sig hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir að gengið verið til samninga við Verkís HF á grundvelli niðurstöðu tilboða og að öllum skilyrðum uppfylltum. Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Já. Og þá erum við komin að dagskrárlið númer 23 sem ber heitið kosningar í ráð og nefndir 2022-2026 með málsnúmeru 2205-140. Óskað hefur verið eftir að gera breytingar á skipan í fulltrúaráð Fjölbrautaskóla Vesturlands Akranesi en Jóhanna M. Þorvaldsdóttir hefur beðist lausnar. Í hennar stað er lagt til að verði skipuð Bjarney Bjarnadóttir. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn veitir Jóhönnu M. Þorvaldsdóttur laust sem fulltrúi sveitarfélagsins í fulltrúaráði Fjölbrautaskóla Vesturlands og Akraness og þakkar henni fyrir vel unnin störf. Bjarney Bjarnadóttir er hér með skipuð fulltrúi Borgarbyggðar í fulltrúaráði Fjölbrautaskóla Vesturlands og Akranesi samanber 6. tölulið D-liðar 47. grein samþykktar stjórn Borgarbyggðar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að síðasta afgreiðslulið hér í dag sem ber heitið ÖMSB, samstarfssamningur með málsnúmeru 2409-322 og það er máli sem var frestað á síðasta fundi sveitarstjórnar og er nú tekið aftur fyrir til afgreiðslu. Og það er afgreiðsla frá fundi fræðslunefndar númer 236 og þar segir í bókun Sviðsstjóri fjölskyldusvið leggur fram minnisblað samstarfssamning Borgarbyggðar og ÖMSB. Sviðsstjóri fjölskyldusviðs leggur fram minnisblað. Fræðslunefnd leggur til að núverandi samningur við ÖMSB verði sagt upp. Uppsagnarfrestur er 6 mánuðir á samningnum. Samhliða því verði tekið upp samtal við íþróttahreyfinguna framtíðar fyrirkomulag. Sviðsstjóri fjölskyldusviðs er falið að upplýsa stjórn ÖMSB þessa ákvörðun og málinu vísað til sveitarstjórnar til samþykktar og þetta var samþykkt samhljóða í nefndinni og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur, eins og ég fór yfir á seinasta sveitarstjórnarfundi þá er ég ekki mjög meðmæltur því að segja samningnum upp og ég lagði fram 4 spurningar á seinasta sveitarstjórnarfundi og
mér fannst ég nú ekki fá viðhlítandi svör við þeim, þannig að ég ætla að ítreka þessar spurningar og spyr formann fræðslunefndarinnar aftur hver tilgangurinn með uppsögninni var, hvað ætlar hann að ná fram sem ekki hægt að ná fram með endurskoðun á samningnum án uppsagnar. Hver raunveruleg samningsmarkmið sveitarfélagsins eða meirihlutans? Eru það þessir punktar sem að framkoma í minnisblaðinu eða eru það einhverjir aðrir þættir, til þess fjárhagslegur sparnaður og ef svo er, hvað er hann þá mikill? Telur formaður fræðslunefndar og meirihlutinn virkilega að sveitarfélagi geti leyst mönnunar vanda íþróttafélagana með því að taka þessi mál yfir? Það er sem sagt einn punkturinn sem er í minnisblaðinu. Hefur meirihlutinn einhverja tryggingu fyrir því að UMSB hafi einhvern vilja til að semja upp á nýtt ef uppsögn samningsins nær fram að ganga? Það búið að fara fram einhverjar umræður það við UMSB. Takk fyrir það, Sigurður Guðmundsson, og orðið laust, enda orðið laust þennan dagskrárlið. Kristján Ágúst Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarmenn og aðrir íbúar Borgarbyggðar. Ég ætla að taka undir með kollega minni Sigurði að mér finnst þetta að vera mjög sérstök aðferðafræði. Ég ætla að taka það skýrt fram að ég þekki lítið til starfsemi UMSB og það er einfaldlega vegna þess að í minni gömlu sveit er mitt ungmennafélag enn undir hérasambandi Snæfellsness og Hnappadalssýslu. Þar var ég í stjórn í mörg ár, þannig ég þekki nú ágætlega til íþróttahreyfingarinnar. Mér þykir ákaflega sérstakt í þessum máli að sveitarfélagið ætli að fara á stað með uppsögnarsamningi gegn ungmennasambandi sem er eiginlega hryggjarstykkið okkar hér í íþróttahreyfingunni hérna í Borgarbyggð. Talandi það, þá erum við nýbúin að halda hér unglingalandsmót með miklum sóma sem hefði ekki verið gert ef UMSB væri ekki, hvað maður að segja, vel starfið sínu vaxin. Í minnispunktunum sem að koma hérna fram er mjög sérstakur punktur sem að ég held að menn séu almennt allstaðar að glíma við og það eru helstu sjónarmið. Það kemur hérna fram að erfitt er að fá sjálfboðaliða til þess að sitja í stjórn félaga og höfum við hort á íþróttafélög leggjast niður því að það náðist ekki manna í stöðunar. Þetta samtal á ekki að fara fram á pólitískum vettvangi. Þetta samtal á að fara innan UMSB og ég held að það er örugglega bara annar kapítuli í þessari sögu. En það sem að mér þykir verst í þessu, ég er ekki að segja það að samningur sem gerður 2013 að það þurfi ekki endurskoðan og allt það. Og ég svo sem alveg þar að það þarf alltaf að vera uppfæra svona hluti. En ég veit það bara að í starfi eins og UMSB, alveg eins og HSH, er rosalega erfitt að fara á stað með óvissu og tala um uppsögn og samningi sem að menn eru greinilega ekki búnir að taka samtalið. Og ég óttast að samtalið innan UMSB hafi ekki farið fram. Allavega með það raddir sem ég hef rætt við innan UMSB. Og þannig að mér finnst þetta rosalega skrítin hugmyndafræði. Þannig að ég ætla að greiða atkvæði gegn þessu vegna sem ég finnst aðferðafræðin ekki rétt. En ég er ekki þar með að segja að það sé ekki komið
tími á það að endurskoða þennan samning. En hryggjarstykkið í íþróttahreyfingunni hér í þessu héraði UMSB og því mega menn aldrei gleyma. Takk. Takk fyrir það, Kristján Ágúst Magnússon, og orðið laust undir þessum dagskrárlið. Eðvarð Ólafur Traustason, gjörið svo vel. Forseti, sveitarstjórn, ágætu áhorfendur. Það voru aðeins fleiri en 4 spurningar, Siggi, en ég held ég hafi náð 6 hérna á blað. Nú forsagan kannski, við byrjum henni þannig að við vorum með uppsögn starfsmann UMSB og kannski ástæðan fyrir að við vildum ganga þessa leið var bara að koma hreint að borðinu við UMSB. Við getum bara tekið samningin upp frá upphafi og byrja þá vinnu. Okkur fannst rétt að tilkynna UMSB það að við vildum taka upp þennan samning á þessum tímamótum og fannst þá rétt að taka þetta mál fyrir þannig að UMSB, við getum hafið þetta samtal við UMSB. Tilgangurinn eins og við ræddum kannski áðan, Sigurður, með samninga. Þessi samningur tók gildi rétt 1. nóvember 2014, þannig að það eru nú 10 ár síðan. Hann hefur aldrei verið tekinn upp, hann hefur aldrei verið ræddur, en út af við heyrum við raddir fólks, bæði framkvæmdastjóra UMSB sem nú reyndar ekki hér til að kannski staðfesta þá sögu og þeirra aðildarfélaga, að þau vilji setjast niður og bæta þennan samning vegna þess að hann ekki að virka. Þaðan kemur þessi hugmynd að taka þennan samning upp. Hugmyndafræðin gæti hafa verið svo að við ætlum að taka hann upp eða við ætlum að segja hann upp og byrja á samtali við alla bara frá byrjun. Ég veit ekki hvað markmiðin önnur þau að við viljum bæta þennan samning. Við erum ekki byrjað að ræða saman. Við viljum gera betur, eða ekki? Ég held við viljum það öll. Það eru bara komnar margar raddir frá öllum áttum sem kalla það að þessi samningur verið tekinn upp. Það má reyndar skilja kannski málið á síðasta sveitarstjórnarfundi þannig að það væri bara verið að segja honum upp og þetta kannski svolítið illa orðað. Það var aldrei hugmynd fræðslunefndar. Við viljum ganga til samninga við UMSB. Þeir eru okkur mjög mikilvægir, en við viljum kannski bara gera það með hreint borð. Og kannski svo bóku sem liggur fyrir skýri kannski betur hvað við vorum að hugsa í þessu máli. Og það nú bara einn í salnum annar en ég sem í fræðslunefnd og geti þá bara staðfest þá vinnu sem við farið inn í og það umræður sem hafa farið fram inn í fræðslunefnd. En þær koma allar frá góðu stað. Við viljum bæta okkur. Raunverulega markmiðin að bæta okkur. Það svarið heitir spurningunu. Hverju viljum við ná fram? Bætingu. 2. Tilgangur, bæting. Mönnunarvandi, ég áttaði mikið alveg á þeirri spurningu. Og ég veit ekki, við höfum ekki hafið samtal við UMSB. Mér datt ekki einu sinni í huga að þau vildi ekki ræða við okkur nýja samning, en kannski það niðurstaðan, en það kemur mér allavega að vera óvart ef það niðurstaðan. Takk fyrir það. Kristján Ágúst Magnússon aftur beðið orðið. Forseti, sveitarstjóri og sveitarstjórnarfulltrúar, aðrir íbúar. Ég bara eitt stórt spurningamerki. Verið að segja upp samningum eða verið að taka upp samningin? Það regin munur á því. Taka upp það hitt. Já, ok. Sorry Stína, ég bara skil ekki. En allavega, ég ánægður að heyra að það að gera hlutina betur. Það er líka minn vilji og ég held að sé vilji okkar allra eininni og það er besta mál. Það sem mér finnst rangt í þessu að það er þessi hugmyndafræði að koma fram og segja menn ætla að segja upp samningi á þess að samtalið sé farið einhvern veginn á stað. Og ég held að menn átti sig ekki á því, það er ekkert öðruvísi að reka
UMSB eins og sveitarfélag, það þarf að vera einhver fyrirsjáanleiki í stöðinni. Þannig að ef þú ert búin að segja upp samningi sem að gildir næstu 6 mánuði, það er vantarlega sambandsþing UMSB í mars-apríl, og ef það er ekki búið að gera nýjan samning þá, hvernig eiga þá að leggja upp árið 2025, skiljiði mig. Það er þetta sem ég er að reyna að segja. Ég er ekki að segja að það megi ekki taka upp eitthvað og gera betur í þessu samningi. Það er aðferðafræðin sem ég er að gagnrýna. Og þannig að það sé alveg skýrt fram. Og það er rosalega gott að heyra að við séum öll á sama blaðsíðu það að við viljum gera íþróttastarfi hér í Borgarbyggð betra heldur en það er, þó það sé gott. Takk. Takk fyrir það. Sigurður Guðmundsson hefur aftur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur, þakkaði fyrir svörin og ég er mun ánægður með það að heyra það, menn ætli að bæta samninginn og bæta og hefja vinnu við það að endurskoða þetta. Það er eðlilegasti hluti og er með þessu innbyggt inn í samninginn að það eigi að gera það, þó að það hefði aldrei verið gert. En og ég ítreka það að mér, þessi bókun fræðslunefndar á sinn tíma, hún kom fram hjá Edda að hún hefði kannski verið svona full harðneskjulega eða óheppilega orðuð, og hún er það, ég tek undir það. Skýringarnar sem komu og þeim vilja sem meirihlutinn er að sýna í þessari bókun veldur því að ég mun ekki kjósa á móti bókunin, heldur mun sitja hjá í afgreiðslu. Takk. Takk fyrir það, Sigurður Guðmundsson. Logi Sigurðsson, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur, mér langar bara, svo ég skilji það alveg örugglega, erum við að samþykkja í þessu að segja upp samningnum eða taka hann upp? Af því að mér finnst eins og í bókuninni stendur eins og við séum bara að taka hann upp. Og ég skil ekki alveg, mér finnst vera að tala um bæði, skilur, tekin upp eða sagt honum upp. Ég bara svo ég viti hvernig afstöðu ég á að taka þessu. Takk fyrir það, Logi. Eðvar, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn, aðrir áheyrendur, Logi, já, ég bara ítreka aftur. Þessi bókun frá fræðslunefnd var alls ekki góð og það er bara hægt að skilja hana á allan hátt. Ég ætla líka bara að nota tækifærið því ég mig grunar þetta í síðasta skipti sem kem hérna núna í bili. Mér finnst við geta gert betur með þessum samning. Við höfum haft ótrúlega hæfileikaríkt fólk sem hefur sinnt stöðu til dæmis framkvæmdastjóra á UMSB ef við horfum á söguna. En einhvern veginn hefur þetta samtal ekki virkað nógu vel. Það voru 5 viðaukar í þessu samningi þegar við hófum leik, ef maður rétt. Þeir eru allir farnir út og þetta hefur einhvern veginn fjaðrað bara undan þessu. UMSB er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur. Það eru allir sammála um það. Og þú veist, við viljum að sjálfsögðu hafa þau með okkur í þessu, en ég veit að þau hafa góðar hugmyndir í hvernig við getum breytt þessu samning. Ég veit að íþróttaaðildarfélögin hafa ákveðnar hugmyndir hvernig þau vilja líka bæta það og ég held að oft á tíðum séu það bara sömu hugmyndir. Þetta er illa orðað, ég skal taka það á mig. Við getum deilt það hvort er rétt að segja samningi upp og byrja viðræður. Ég skil þær pælingar. Þetta var svo leið sem var farin, en við viljum taka upp samtal við UMSB. Við erum ekki búin að, þetta er 6 mánuðir sem þessi samningur gildir. Ég átti mig á því að það verður væntanlega aðalfundur UMSB, hann verður þarna einhvers staðar í millitíðinni, en ég vænti þess bara, og ég tel mig vita það, eftir gott samtal við framkvæmdastjóra UMSB í dag og fleiri aðila, að það eru allir tilbúinir að setjast niður og ná góðum samningi og þangað ætlum við. Og það er markmiðið.
Takk fyrir það, Eðvarð Ólafur. Forseti ætlar að biðja varaforseta að taka við fundarstjórn þar sem að undirrituðu áhuga að taka þátt í umræðunum. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Guðveig Eyglóardóttir, við beðum orðið gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Eva Margrét. Já, ég sem sagt fulltrúi í fræðslunefnd líka og bara get tekið undir það umræðu sem var í fræðslunefnd það að eiga áfram í samstarfi við ÖMSB. En við erum líka bara það sem hefur verið spurt út í svona tilgang og markmið með þeim breytingu sem við erum og upptöku á þessum samning og uppsögn á honum í rauninni, að það felst ekki bara síst í bara ákveðnum breytingum sem eiga sér stað og eitt af því bara breytingar á þeim tekjum sem munu koma til íþróttafélaginu gegnum lottótekjur sem við höfum sjálfur sér ekkert að segja. Annað bara sú breyting sem hefur orðið á að nú eru komnar svokallaðar svæðisstöðvar sem ÖMFÍ og ISÍ hafa komið á fót landið með stuðningi frá mennta- og barnamálaráðuneytinu og þar eru búið að koma upp svæðisstöðum og við erum komið með fulltrúa hér á þessu svæði og það þessu svæðisstöðum ætlað að styðja við íþróttahéruð landsins við innleiðingu á stefnu íþróttahreyfingarinnar og ríkisins og auka þátttöku barna og ungmenna í íþróttastarfi. Hlutverk þessara svæðisstöðva eru okkur ennþá ekki alveg nógu skýr þó að það komi fram að hlutverk að sé að þjónusta íþróttahéruðin í nærumhverfinu með svona samræmdum hætti og það verður horft til þess að það séu svona sterkari íþróttahéruður og svæðisstöðvar allt land og sem gerir svona þessum svæðum kleift að takast á við núverandi verkefni og fyrirséð. Og bara þetta, í rauninni þessi nýja innleiðing sem að eiga sér stað, hún mun eðli samkvæmt, ég bara kann ekki íslenska orðið, overlappa í rauninni eitthvað af þeim samningum sem við erum nú þegar með við ÖMSB. Og þá bara svo eðlilegt að, og það enginn að gagnrýna persónur eða leikendur innan ÖMSB. Þetta bara gamall samningur sem þarf að segja upp og byrja á núllpunkti út af því að það eru margar forsendubbreytingar. Ein af þessum forsendubbreytingum líka sú að við erum nú að auglýsa eftir forstöðumanni íþróttamannvirkja og það hefur nú ekki verið gert í áratugi og það bara sú auglýsing ennþá í loftinu og það á í sjálfu sér eftir að móta hlutverk þessa forstöðumanns líka og hvaða verkefni koma á borð þessa forstöðumanns og auðvitað það bara í þessu samhengi mikilvægt líka fyrir okkur sem sveitarfélag að horfa á hlutina út frá okkur svolítið hvernig við veitum fjármagni sem best inn í íþróttamálin, íþróttamannvirkin, lýðheilsuverkefnin og allt það sem við erum að vinna að, hvernig því sé bara best fyrir komið og hvernig fjármunum sé best varið til lengri tíma litið. Þannig að mér finnst svona, ég vil bara segja, ég upplifa aðeins svona einhverja svona tilfinningasemi gagnvart því að við séum að stíga ofan á ÖMSB og móðga einhvern eða einhvern veginn að knésetja eða skrúa einhverja niður og það bara hreinlega alls ekki þannig. Þetta bara svo hið eðlilegasta mál að við erum með samning sem bara úr sér runnin, það margt í honum sem hvort sem ekki verið að framfylgja og það bara eðlilegasta mál að segja honum upp og byrja upp á nýtt á samtalinu. Og ég ætla bara að segja það okkur bara öllum hollt að hreinlega að rýna í þennan samning áður en við förum að gagnrýna það að honum sé sagt upp og skoða hann bara með gagnrýnu auga. Hvað það sem að þessi samningur að gera fyrir okkur, fyrir íþróttafélaginu og hvernig hefur þetta gengið? Og ég bara tek undir það sem Eðvarð segir. Það hafa bara verið frá upphafi þessa samning höfum við bara verið með flotta framkvæmdastjóra hver að fætur öðrum í þessu starfi en það bara eitthvað sem hefur ekki gengið upp og við erum bara, þetta bara sífellt verið að óma þetta til okkar. Þannig að
Það er ekki verið að hallmæla ÖMSB eða neinu sem þar eru undir. Við erum bara með gamlan samning. Það er margt í umhverfi okkar, nýrri löggjöf, samstarfi við ríkið sem bara kallar á það að við þurfum að bara setjast með alveg hreint borð og endurskoða hvernig við getum bestað þetta allt saman fyrir alla. Þannig að, en fleira var ekki, ég bara varð að fá aðeins að bæta inn í þessa umræðu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta stutt á laggóða innlegg, Guðveig. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Svo er ekki, þá vil ég biðja forseta að taka aftur við fundarstjórninni. Já, takk fyrir það. Orðið er ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Það er engin fleiri sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórnin er þakklát fyrir það samstarf sem hefur verið við ÖMSB í gegnum árin. Samningurinn sem hefur verið milli Borgarbyggðar og ÖMSB er komin til ára sinna. Það er vilji hjá sveitarfélaginu að taka upp samtal við ÖMSB og íþróttahreyfinguna á svæðinu nýtt fyrirkomulag og samstarfi áður en að núverandi samningur rennur út. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, einhver sem kann að vera á móti, 1 sem er á móti og 2 sem sitja hjá. Þá erum við búin að taka alla afgreiðsluliði og þá erum við komin að 25. dagskrárlið sem er fundargerð frá fundi byggðar og Borgarbyggðar nr. 685. Og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þó telst hún framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 26 og það er fundargerð frá fundi byggðar og Borgarbyggðar nr. 686. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þó telst sú fundargerð framlögð. Dagskrárlið nr. 27 er fundargerð frá fundi byggðar og Borgarbyggðar nr. 687. Forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. 28. dagskrárliður er fundargerð frá fundi byggðar og Borgarbyggðar nr. 688 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá erum við komin að 29. dagskrárlið sem er fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nr. 70 bið formann nefndarinnar Davíð Sigurðsson að fara yfir fundargerðina. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Nú fundur skipulags- og byggingarnefndar nr. 70 var í 11 dagskrárliðum og fyrsti liður á dagskrá var umhverfismatsskýrsla Holtavörðuheiðarlínu sem við afgreiddum hér áðan. Annar liður var umsókn aðalskipulagsbreytingu í Efranesi, við afgreiddum það hér fyrir á þessum fundi líka. Ásamt aðalskipulagsbreytingu í Brekkukoti, þar sem tekið var land úr landbúnaðarnotkun og yfir íbúabyggð. Nú fjórði liður var athafnasvæði Kárastaðaflugvallar, umsókn framkvæmdaleyfi. Þar var samþykkt að taka efni til uppfyllingu í skurði meðfram flugbraut og 5. liður var Básar 27 Svartagili, umsókn deiliskipulag og Nefndin afgreiddi málið með þeim hætti að hún vísaði til frekari meðferðar hjá skipulagsfulltrúa og fór fram á að gerð yrði heildarendurskoðun á gildandi deiliskipulagi þar sem að þessi umsókn var svo mikla breytingu á gildandi skipulagi var að ræða og talsverðar athugasemdir höfðu borist á athugasemdatíma.
7. liður var tekinn fyrir hér áðan líka, það var aðalskipulag Húnabyggðar. 7. liður, það var fyrirspurn um skipulagsmál á Hvítárbakka, þar sem var óskað eftir að breyta landnotkun og heimila staðsetningu á 6 starfsmannahúsum og landnotkun yrði breytt úr samfélagsþjónustu yfir í verslun og þjónustu. Nefndin samþykkti það. Og það mun koma þá inn formleg aðalskipulagsbreyting til afgreiðslu hér í sveitarstjórn síðar hvað það varðar. 8. liður var rædd bara fjárhagsáætlun sviðsins og fór skipulags- og byggingarnefnd yfir þá málaflokka sem heyra undir nefndina. 9. liður var afgreiðslufundur skipulagsfulltrúa og 10. jafnframt og 11. liður var afgreiðslufundur byggingarfulltrúa. Fleira var ekki gert. Takk fyrir. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson, og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð skipulags- og byggingarnefndar, fundur nr. 70, og það enginn sem kveður sig hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 30 og forseti ætlar að biðja Sigrúnu Ólafsdóttur, formann umhverfis- og landbúnaðarnefndar, að fara yfir 3 fundargerðir, það þá dagskrárlið 30, 31 og 32 frá fundi 68, 69 og 70. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætla að byrja á því að fara hér yfir 68. fund umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Þar var fyrst á dagskrá sorpútboðið og þar fórum við yfir ýmsa þætti eins og við höfum svo sem verið að gera með það markmiði að finna þessum allra bestar lausnir fyrir íbúa og þar með sveitarfélagið. Síðan nr. 2 að þar var umsóknir í framkvæmdasjóð ferðamannastaða. Þar var rætt og kynntar þær umsóknir sem í vinnslu af hálfu sveitarfélagsins og farið yfir það, en umsóknarfrestur rann út 18. október og á þessum fundi þá var tekin ákvörðun það að á desemberfundi nefndarinnar að taka fyrir sérstakan dagskrárlið uppbyggingu áfangastaða í Borgarbyggð. Okkur finnst eins og, já, við höfum bara verið pínlítið út undan í þessu. Það er kannski eitthvað að hluta til okkur að kenna líka, að við höfum ekki verið nógu hörði að sækja fram og sækja styrki og annað slíkt. En það er allavega markmiði nefndarinnar einróma að reyna að koma okkur betur á blað í þessum málum, því að sannarlega eru margir staðir í Borgarbyggð sem eru ákjósanlegir til uppbygginga, já, eða sem sagt að gera betur varðandi ferðamannastaði. Og ég held að við þurfum bara að leggja svolítið að vinna í að kortleggja hvar þessi staðir eru, því að sannarlega er þetta náttúrulega allt saman í sambandi við, eða samstarfi við landeigendur og allt slíkt, og við þurfum að huga vel að þessu sem er líka tengist bara eignarlandi sveitarfélagsins, en við þurfum sannarlega að fjölga þessum stöðum sem að þurfa bara nauðsynlega að komast á blað í þessari uppbyggingu. Nú, 3. liður var hreinsunarátak á Brotajárni og þar var ákveðið að fara í átak á svipuðum nótum og var gert á síðasta ári, og bara þessa dagana er verið að ljúka þessu átaki. Nú, nr. 4 var snjómokstur í dreifbýli tekið fyrir og þar var farið yfir sem sagt það að þetta er síðasta ár sem að hægt er að nýta þessa samninga með framlengingu, og það var samþykkt samhljóða að fara í það, og við krossum fingur og vonum að verði bara snjóléttur vetur og allt það, en þetta er komið allt saman í gagnið. Ekki þar með sagt að megi fara að snjóa. Liður nr. 5 á þessum fundi var umræða fjárhagsáætlun og þar eyddum við dágóðum tíma í að fara yfir þá liði sem að snúa að nefndinni, og
já, það svona kannski ekki alveg full unnið eins og kannski hefur komið fram hérna áður og höfum við tíma núna á milli fyrri og seinni umræðu að fara aðeins betur ofan í kjölinn á því. Nú númer 6 var stofnun lögbýlis á jörðinni Vindási og það mál kom hérna fyrir dagskrá fundarins og það var síðasta mál þessa fundar. Þannig að við vindum okkur bara beint í 31. lið sem fundur númer 69 umhverfis- og landbúnaðarnefnd og þar fyrsta mál á dagskrá, sorpútboðið og þar voru lögð fram uppfærð gögn frá honum Birgi hjá Consensa sem búin að vera að vinna þetta hérna útboð með okkur og það var farið yfir þetta og í raun og veru tekin eitt snúningur á því og haldið síðan áfram. Síðan liður númer 2, umhverfisviðurkenningar og þar var farið yfir þær tilnefningar sem höfðu borist og skipulögð ferð sem við förum alltaf í til þess að skoða og velta vöngum yfir tilnefningunum, þannig að við reynum að gera þetta sem best úr garði. Ég segi ofta að þetta sé skemmtilegasta verkefni nefndarinnar að taka þátt í þessu. Nú síðan komið að 30. og öðrum lið sem fundur númer 70 og þar komið á dagskrá sorpútboð einu sinni enn og það bara sagan endalausa og langa að við erum að reyna að gera vel og vanda okkur. Nú númer 2 var það fjárhagsáætlun og þar fórum við betur ofan í þetta allt saman og fengum inn á fund til okkar hann Eirík Ólafsson og við erum margs vísari eftir það og eins og ég segi höldum áfram að fara ofan í þessa liði og fínpúsa. Nú þriðji liður, það liður sem var tekin fyrir áfram en það varðar sem sagt samning varðandi grænt svæði fóstur sem var afgreitt hér fyrr á fundinum. Nú fjórði liður að þar var komið að umhverfisviðurkenningunum. Þar fengum við til fundarins alla þá aðila eða boðum til fundarins alla þá aðila sem hlutu viðurkenningu að þessu sinni og gaman að segja frá því að það voru flest allir, það voru held ég 2 sem ekki sáu sig fært að mæta en hinir komu og áttu með okkur góða stund og þetta orðið svona skemmtilegar hefðir sem skapast í sambandi við þennan fund þegar við afhendum þetta allt saman. Að það að fá til okkar blaðamann sem pantar á allt brauðtertu, þannig að við njótum góðs af og ríghöldum í þá hefð, virkilega góð. Nú kannski til þess að renna yfir það svona til upplýsinga að þá voru sem sagt eftirfarandi viðurkenningar veittar þarna. Snyrtilegasta bændabýlið var Sámstaðir í Hvítársíðu. Snyrtilegasta lóð við íbúðarhús var Túngata 16 á Hvanneyri. Lóð við atvinnuhúsnæði eða atvinnustarfsemi, það svona misjafnt hvað húsinu stóra á þessum lóðum, að það var nýr aðili sem komin hér inn í Borgarbyggð sem gerði afskaplega góða hluti við að ganga frá nýrri lóð og svona gaman að sjá hvað svona öðruvísi fyrirtæki, hvernig þau koma inn í flóruna hjá okkur, en þetta semst lóð Orku náttúrunnar á Digranesgötu 4, semst hleðslustöðvarnar. Síðan var sérstök viðurkenning fyrir snyrtilegt umhverfi. Það eru svona þeir staðir sem okkur fannst skara fram úr, falla ekki undir hina flokkana, eru ekki í bændabýli með hefðbundið búrekstur og að þessu sinni að þá verðlaunuðum við Arnbjargaralegg sem einkar snyrtilegt og allt vel gengið. Nú að lokum að þá samfélagsviðurkenning umhverfis- og landbúnaðarnefndar og að þessu sinni hlaut hana Guðríður Ebba Pálsdóttir sem leggur mörgum lið í orð og verki með græna fingur og góðan hug. Þannig að okkur fannst hún vera virkilega til þess fallin að fá þessi verðlaun að þessu sinni. Og þetta var sem sagt síðasti liður þessa fundar, þannig að ég held ég sé búin að renna yfir þessa 3 fundi. Takk. Takk fyrir þessa góðu yfirferð, Sigrún Ólafsdóttir. Og forseti gefur orðið laust þessar 3 fundagerðir umhverfis- og landbúnaðarnefndar.
og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst fundargerð númer 68 framlögð, fundargerð nefndarinnar númer 69 framlögð og fundargerð frá fundi nefndarinnar númer 70 jafnframt framlögð og ég bið varaforseta að taka þau fyrir til fundarstjórn. Það þá næst liður númer 33 og sem fundargerð velferðarnefndar en í kjölfar á honum önnur fundargerð velferðarnefndar númer 34. Þetta fundur 153 og 154 ef ég man rétt. Og ég vil biðja formann nefndarinnar að fara yfir báðar fundargerðirnar í einu. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, Eva Margrét. Þá byrjum við hér á fundargerð frá fundi velferðarnefndar frá fundi númer 153 sem var haldinn 8. október og þar var fyrsta dagskrá endurskoðun á reglum á fjölskyldusviði en KPMG hefur unnið að breytingum á regluverki í velferðarþjónustu Borgarbyggðar og þá voru á þessum fundi lögð fram drög að þessum breytingum og reglum fjárhagsaðstoð og sérstakan húsnæðisstuðning og reglur félagslegt leiguhúsnæði. Velferðarnefnd samþykkti þessar breytingar sem hafa verið gerðar og fól félagsmálastjóra og verkefnastjóra í félagsþjónustu að fullvinna reglurnar út frá þeim athugasemdum sem hafa verið gerðar. Annar liður á þessari dagskrá sem var nú bara í tveimur liðum fyrir utan trúnaðarbók að sviðsstjóri fjölskyldusviðsins kynnti fyrir okkur drög að nýju erindisbréfi vegna fyrirhugaðar sameiningar fræðslunefndar og velferðarnefndar og ég held að við séum í rauninni nú þegar búin að fara þokkalega vel yfir það hér fyrr í dagskránni í dag, þannig að ég ætla ekki að fara eyða frekari orðum í það. En fleira var ekki gert á þessum fundi. Þá það fundur númer 154 sem var haldinn 5. nóvember síðastliðinn og þar var á dagskrá fjárhagsáætlun sem heyrir undir þennan málaflokk og velferðarnefndin taldi náttúrulega mikilvægt að skoða þessa kostnaðarliði sem lúta að samræmdri móttöku flóttamanna og þeirrar þjónustu sem veitt í ljósi þess að samningurinn umsækjendur með alþjóðlega vernd fyrirhugað að hann muni hætta áramótin og þá liggur fyrir að kostnaður til málaflokksins að aukast og slíkt mun eðli málsins samkvæmt leiða til frekari útgjalda af hálfu sveitarfélagsins að óbreyttu. En bara svona til upplýsingar þá liggur fyrir frumvarp á Alþingi í tengslu við fjárlögin það hvort að mögulega eigi að framleggja þeim framlögum sem komu frá ríkinu 2 ár. Þannig að það mun vissulega hafa breytingar á okkar áætlun ef svo verður. Annar dagskrárliður það var kynntur samstarfssamningur á sviði endurhæfingar en það hefur þegar verið undirritaður samningur samstarf á milli endurhæfingar, Tryggingastofnunar og félagsþjónustu sveitarfélaga, VIRK, Vinnumálastofnunar og Heilsugæslunnar. Þetta í rauninni svona gott framfaraskref, það kannski helsti gallinn á því að mér heyrist þetta mun ekki taka gildi fyrr en í september á næsta ári en markmið þessa samnings helst að ná fram svona heildstæðri nálgun við endurhæfingu einstaklinga og samfellu í allri þjónustu og að undirbúa einstaklinga undir endurkomu á vinnumarkað eins fljótt og hægt þegar að heilsubrests verður vart með svona snemmtækri íhlutun og þannig að einstaklingnum sé í rauninni fylgt á milli þjónustukerfa og þurfi þeir fleiri þjónustu frá fleiri en einu kerfi, við getum orðað þessi þannig og þá ábyrgðin færist á milli kerfana og hlutverk þjónustuveitanda verður skýrt og að það markmiðið þessu líka að miðlun upplýsinga verið stafræn og farið fram í gegnum örugga þjónustugátt á milli þeirra sem veita þjónustuna til aukin hagræðis fyrir notendur þjónustunnar. Og þannig munu samhæfingarteymi sem gert ráð fyrir að starfi á grundvelli samningsins einungis vera vettvangur fyrir faglegt samstarf en ekki að taka ákvarðanir málefni þjónustunotenda hjá sveitarfélögum. En þetta held ég mjög gott framfaraskref og í rauninni bara þeirri hugmyndafræði sem ennþá
sífellt verið að vinna að brjóta þessa múra á milli þeirra stofnana sem að koma að einstaklingum sem að þarf á þjónustu að halda og honum sé svona fyllt betur út í endurkomu á vinnumarkaðinn til að mynda. Og velferðarnefnd fagnaði þessu að sjálfsögðu á þessum formfesta þetta samstarf og svona með það markmið að ná þessari heildstæðu nálgun við endurhæfingu einstaklinga með svona samfellu í þjónustunni. En fleira var ekki gert á þessum fundi og ég þakka fyrir. Takk fyrir þetta. Guðveig Glóardóttir. Er einhver sem vill kveðja sér hljóðs? Svo er ekki og þá vil ég biðja forseta að taka aftur við fundarstjórn. Þakka þér fyrir, Eva Margrét. Þá erum við komin að svona nánast leiðarlokum í þessari dagskrá í dag en 35. dagskrárliður er fundargerð fjallskilinefndar þveraréttar frá fundi nr. 73 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð og síðasti dagskrárliður sem er nr. 36 er fundargerð frá fundi fjallskilinefndar Hítardalsréttar frá fundi nr. 39 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst svo fundargerð framlögð. Og þá vill forseti þakka sveitarstjórn fyrir góðar umræður og starfsmönnum og ég vil sérstaklega þakka bara starfsmönnum sveitarfélagsins sem hafa komið að þeirri vinnu við fjárhagsáætlun sem nú var lögð fram til fyrri umræðu og það er þeirri vinnu ekki lokið. Það er mikil vinna og tími sem fer í þetta og það ber að þakka það góða starf sem er unnið í tengslu við þetta og eins bara þau góðu samtöl sem við í sveitarstjórn hefum átt við forstöðumenn sem hafa komið inn og sest með okkur til þess að ræða málefni sinna stofnana. En að því sögðu segi ég þessum fundi slitið.